Júli, sorgarfrétt er að berast í hús fyrir okkur víkinga að þú ert á leiðin til Fredrikstad í Noregi. Hvernig er tilfinningin? Bara svona blendnar tilfinningar að vera að fara frá Víking eftir svona frábæran tíma síðustu 3 ár og bara skemmtilegan tíma en að samanskapi vonandi spennandi tíma framöndan fyrir mig og að sjálfsögðu þetta er bara spennandi tækifæri sem maður var erfitt að hafna þannig að ég ákvað að stökkva á þetta. Þú hefur leikið núna 4 tímabil með Víking. Ertu ánægður með tímaðinn hérna hjá Víking? Já, klálega. Ég held að fyrirfram hefði maður ekki geta séð þetta svona fyrir sig þegar maður kom heim úr atvinnumennsku og náð svona velgengni á svona stuttum tíma með svona frábæri liði. Ég held að við höfum náð afskaplega náð að sýna okkur afskaplega vel sem liðsheild og það sýnir sig kannski bara líka í titlunum sem við höfum náð og þeirri velgengni sem við höfum sýnt í Evrópu og svoleiðis að við höfum skapað verulega sterka liðsheild og sýnt okkur vel. Þú varst gerður að fyrirliða Víkings fyrir seinast tímabil og leiddi liðið út í Evrópukeppni gegn liðum eins og Lech Poznan og Malmö. Hvernig var svona þín upplifun að þessu ævintýri? Svona eftir að hugja bara mikil reynsla auðvitað í bankan sko og sérstaklega bara svona að spila gegn góðu leikmönnum meintalega en líka bara svona hátt tempóstig og leik og allt svoleiðis. Þetta var kannski svolítið svona nýtt fyrir manni eftir að hafa spilað svona lengi á einungis á Íslandi og ekki fengið svona þessa leiki gegn landsliðum eða neitt svoleiðis og þá svolítið missir þú svolítið af þessu að spila á svona háu getustigi þannig að það er klárlega bara reynslan sem maður tekur úr þessu og sjálfsögðu náttúrulega bara líka ógeðslega gaman að vera í Evrópu og maður á að stefna það hverju tímabil þegar maður er á Íslandi að spila í góðu liði til þess að komast í Evrópu vegna þess að þetta er bara algjör plús og gefur maður einmitt mikið í reynslubókan. Svona, þú kemur heim hana 2018-19. Hvernig var svona tilfinningi þín að vera hluta af þínu uppeldisfélagi sem gekk dálítið endurnýjun undir stjórn Arnar Gunnlaugs? Það var bara rosalega spennandi, sérstaklega ef maður kom inn í þetta þá vegna þess að maður sá alveg að það var eitthvað að gerjast hérna í Víkinni, það var eitthvað svona var einhver uppgangur og svona maður var alveg til í að vera með í sko. Ég mætti á einhverja æfingar rétt áður en ég samdi eftir Víking um jól og áramót og þá sá maður alveg hvað Arnar var að pæla og síðan sá maður líka mannskapinn sem var með þannig að maður var bara mjög spenntur fyrir þessu og ég held að það hefði bara verið auðveld ákvörðun að koma heim í þetta verkefni vegna þess að það var klárlega eitthvað í gangi sko. Ertu með eitthvað svona loka skilaboð til stuðningsmanna klúbbsins eða eitthvað svoleiðis? Bara kannski fyrst og fremst bara kæra þakki fyrir frábæra tíma og það var bara afskaplega gaman að vera hluti af þessu liði síðustu 4 ár, sérstaklega þegar að vel gekk að sjálfsögðu en þegar við tókum þessa bikarmeistaratitla og Íslandsmeistaratitilinn, það var sérstaklega skemmtilegt þá og ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir þessa tíma og stuðningin sem hefur verið við bak við okkur. Það hefur verið algjörlega ómetanlegt og þannig að já, kæra þakki fyrir það. Júli, takk fyrir spjallið og við munum fylgja spennti með þér úti og ég óska þér góð gengis hjá nýja félaginu. Takk hérlega.